Hér erum við komið með splunkunýjan Škoda Enyaq og við vorum að taka hann núna hjá Heklu. Þessi bíl er til í hvorki meira né minna en 9 útfærslum hjá Heklu. Grunnútgáfan er með 58 kWh rafhlöðu. Sá bíl er með svona cirka 180 hestöfl og hann er að draga svona 360 km. Stærri bílarnir eða stærri rafhlöðurnar eru með 77 kWh rafhlöðu. Afturdrifsbílinn af þeirri típu er að fara 535 km samkvæmt Waffel DP-staðlinum. Bílinn með 2 rafmótora, sem sagt 4-hraðadrifinn, hann er að fara 496 km. Sá bíl, hann er 265 hestöfl. Og þessi er svoleiðis. Bílinn sem með afturdrifinu, hann er hvorki meira en 204 hestöfl sem er bara svipað á ID4, enda bílarnir byggðir alveg á sama palli. Það má eiginlega segja að það sé ansi lítill munur á þessum bílum hvað kram varðar, en varðandi útlit og innréttingu og þá erum við að tala pínu mun þar á. Við erum komið hérna inn í þennan glæsilega Škoda Enyaq. Hérna erum við með 13 tómum skjá, ansi stóran og veglegan og góðan skjá. Og hér er þetta að stilla hitan á miðstöðinni. Það er þetta vermáman í bossan. Ef við förum hérna á Home þá sjáum við hérna leiðsögukerfi í bílnum. Hérna eru actual svona takkar sem maður getur ýtt á. Þannig að maður þarf ekki að vera bara á skjánum. Hér er bara alveg flenni pláss. Þetta er ekkert smá gott að sitja hérna. Fínt höfupláss. Rosalega gott fótapláss hérna, maður rennur vel undir sætin, það er ljós hérna undir. Hér erum við með miðstöðvarstýringu og það eru 2 USB-C tengi hérna. Gæti ekki verið ánægðari með plássina, en þessi bíl, hann er 10 cm lengri en ID4 og það kemur bara vel í ljós hérna í aftursætinu. Hér er þessi glæsilega bakkmyndavél, hún er með víðlinsu, þetta breyta hérna á milli og fá upp hérna skemað til þess að bakka eftir. Það er rosalega góð sæti í þessum bíl. Það er hægt að draga stýrið að sér og lyfta því upp. Þannig að hver og einn getur stillt stýristöðinu eins og hann vill. Það eru hérna stjórntakkar hér í stýrinu eins og fyrir skynvætan hraðastilli. Ljósin eru automatísk hérna hinum megin. Það sem að mér finnst öðruvísi við þennan bíl heldur en til dæmis ID4 bílinn er að þú situr allt öðruvísi í honum. Ég er ekkert að segja að það sé endilega betra eða verra, en það er öðruvísi. Hér er maður með fæturnar hérna í miðjustoknum, það ertu ekki með á ID4. Hins vegar er stýrið minna og sportlegra í þessum bíl og það er svona meiri feelingur sem að sé að keyra sportbíl. Já, hérna erum við með farangursgeymslu í Škoda Enyaq. Þið sjáum að hún er slétt við hér, mjög þægilegt að hlaða bílinn. Það er hægt að fá rafstýrðan afturhlera sem aukabúnað og manni muni nú ekki að opna þetta skott, en ég get sagt ykkur það að hér eru 585 lítrar sem gert er ráð fyrir og hérna undir er meira geymslupláss. Það er hægt að leggja niður sætin og ef maður fjarlægir þetta hérna að þá er aldrei slíku vant gert ráð fyrir því. Hér sjáum við því. Svo er hægt að lyfta gólfinu hérna og maður leggur niður sætið og gerir þetta svona, sjáum við. Algjörlega sléttinn, alveg meira á það. Wow. Hér eru síðan strappfestingar, 12 V tengi hérna og hérna er síðan festingar farmfestingar sem er hægt að nota. Þetta er bara alveg meiri háttar flottur frágangur, en þetta skott hérna, 585 lítrar, það er bara alveg frábært í svona bíl. Það er ansi stíf fjöðrun í bílnum, en það erum við að tala bíl sem er yfir 2 tonn og 400-bílinn yfir 2,3 eitthvað svoleiðis. Auðvitað þurfa þannig bílar aðeins stífari fjörun, þannig að það er öðruvísi að aka þessu heldur en venjulegum bensínbíl. Ef við tölum aðeins dragnina á svona bíl þá getum við tekið sem dæmi afturdrifsbílinn sem er með 77 kW rafhlöðu. Sá bíl er að komast að vetri til. Samkvæmt Waffel DP-staðlinum á að komast eitthvað 530 km. Við getum alveg tekið strax 100 km frá því bara miðað við það að við séum í íslensku sumri. Svo getum við alveg tekið hann 25% niður að veturinn. Það hefur sitt að segja að búa hér á þessum klakka
og vera á rafmagnsbíl. Þú getur fengið hann með 125 kW hleðslugetu á klukkustund. Í heimahleðslunni er hann að taka 11 kW og þegar maður er á svona bíl heima hjá sér þá bara setur maður í samband að kvöldi og hann er bara ready morguninn. Og ef þú þarft að fara á hraðhleðslu þá getur þú hlaðið alltaf 125 kWh á hann í klukkustund. Þá ertu svona 40 mínútur að fylla hann eða bara fyllir hann aldrei. Þú bara setur á hann þar sem þú þarft til þess að komast á næsta stað. Ég er á rafmagnsbíl og ég hef bara aldrei farið á hraðhleðslustöð. Ég er með stöð heima og ég hleð hann bara á nóttinni. 95% af minni notkun er til dæmis á milli Reykjavíkur og Keflavíkur og ég þarf aldrei að hlaða nema bara heima hjá mér.